Já, það allir heilir. Það æfði allir áðan. Það var enda létt æfing og þannig að stutt síðan síðasta leikur var. Sumir eru lemstraðir en aðrir eftir leikinn í Bakú og þarna en menn eru svona ná áttum aftur. Þetta voru erfið ferðalög og tímamismunur og þess að dagar en núna lítur út fyrir að hópurinn sé bara góður. Eggert kemur inn í hópinn líka og þarna kemur með stóra brosið sitt þannig að allir eru glaðir. Elvar hérna á skilorði. Arnar, eftir síðasta leik þá talaði Lárus Orri það á sín að hann hefði svona áhyggjur af varnarleiknum fyrir leikinn á móti Úkraínu. Bara deilurðu þessum áhyggjum með honum? Ég hef alltaf áhyggjur sko. Ég held að það sé bara eðli þjálfarans held ég. Þetta var alveg það fyrir eftir með eitthvað glerun og horfir leik í Bakú. Þetta var fyrir mér, ég var að útskýra eftir leikinn, mér finnst það svona eðlileg viðbrögð einhvern veginn. Það úrslitaleikur sem beið okkar á móti Úkraínu, stór leikur og leikmenn bara leið vel á vellinum eftir fyrri hálfleikinn og ætlaði að taka þetta með annarri hendi í seinni en í alþjóðlegum fótbolta þá það bara trikki og Atsirarnir höfðu engu að tapa og stigu að bensíngjöfuna og fóru aðeins fastar í návíin en svona í minningunum þannig að það ekki að skapa einhver hættuleg færi nema kannski eftir okkar klaufagang en ég skil hvað menn að fara þegar við ætlum að spila varnarleiki eins og seinna þá munum við aldrei fara á HM og ég held að strákarnir viti það og hingað til hefur við spilað opinn varnarleik mjög vel í þessari keppni og ég veit að það koma margir og spyrja að við fengum okkur 5 mörk til Úkraínu en við höfum farið við þau mörk við fengum okkur 4 mörk til Frökkum en leikirnir móti Atsibata voru bara fagmannlega unnir þannig að heilt yfir gerum okkar grein fyrir því að við þurfum sterkar varnarleika á morgun til að eiga möguleika á að komast áfram. Já, hérna. Já, til Arnars bara hvað getur þú gert sem þjálfari til að halda spennustiginu réttu að fara ekki öðru hvoru megin við línuna og hátt eða of lágt? Ég held að sé kannski bara eigin reynslu bæði sem leikmaður og þjálfari þessi leikmenn líka eru vanir stóru leiki, ég meina Gaurinn við hliðina á mér búinn að spila stóra leiki í Champions League og hann getur miðlað til strákana aðrir hafa spilað stóra leiki við vorum þarna fyrir 2 ára síðan ekki að spila á móti nákvæmlega sömu þjóð í nákvæmlega sama leik og sá leikur var góður í minningunni og því miður töpuðu þeim leik það sveið og menn vera líka að líta í smá sársauka á sínu ferli og reyna að mótivera sig áfram en ég held bara leikurinn á morgun við erum svona að leitast eftir í þessum riðli að við erum búin að sýna ákveðið þroskamerki í hvaða glugga sem og mér finnst við vera á uppleið þannig að þetta allir gera, það á að vera spenningur menn eiga að vera hræddir og nörvisir en á réttan hátt og nýta þessa tilfinninga til að knýja fram einhver ákveðna orku til að hafa eitthvað aðeins ekstra í löppunum heldur en Úkraínumenn en þetta verður bara í lofa okkur, þetta verður mikið dramatík í 90 mínútur og menn vera að naga þetta neglunar þar á meðal ég og þannig að þetta mun fara alla leið. Sæbjörn. Arnar, þú talaði bara eigin reynslu sem þjálfari af svona stöðu. Þetta rúmt ár síðan að þú fórst í úrslitaleik á móti Breiðabliki. Einhverja líkingar, veistu hvernig þú átt að mótivera menn? Ég að kenni Sölva þann leik, svo ég var ekki að þjálfa í þeim leik. En við fórum í fullt úrslitaleikjum með Víkingi og svo líka þurftum jafntefli held ég á móti Lask í Evrópukeppninni og náðum því að þetta stundum bara taparleiki og stundum vinnurleiki. Þetta kannski aðalega nálgunin svo var við þurftum jafntefli en við stiltum upp leiknum þannig á móti Blikunum að við vildum bara vera með stórkostlegan leik og spila sóknarleik og mögulega kannski voru það aðeins og djarft í leiknum á morgun. Ég held að kannski leikmyndi verið kannski frekari líkingu við það sem við sáum á móti Frökkum og svo fer þetta bara eftir styrkleika liðina hversu lengi þeir ná að halda okkur lengi niðri í lágurinn því við erum lið bara okkar DNA að reyna að stíga upp og reyna að stíga upp og pressa en við megum ekki vera barnalegir á morgun. Við vorum aðeins svo barnalegir heima á vellinum og okkur leið þannig eins og við þurftum ekki að spila sterkar lágurinn því við vorum mikið með boltan, vorum mikið í pressu
en Úkraína, þeir eru langt fyrir ofan okkur í heimslistanum, þannig að við þurfum að bara þroskast frá í fyrirleiknum og sýna það að við eigum skili að komast á HM. Hákon, þú var spurður út í Malinovski áðan, bara á ykkur báða, það búist við miklum breytingum hjá Úkraínu, það búist við að hann komi inn og Mykolenko jafnvel? Já, þetta er erfitt að lesa í síðasta leiki á þeim, sko. Þeir reyndu náttúrulega, fóru til Frakklands og reyndu hann á jafnteflinu og þetta er bara enn og aftur hversu leikunni getur verið snúin. Ég meina þeir mögulega kannski átt að fá víti og komast í 1-0 og nokkru sekúndur seinna leiku eru þeir komin með víti á sig og komin 1-0 undir og þá fannst mér eins og þeir fóru í sitt kerfi en bara réði engan veginn við á móti Frökkunum sem kannski sýnir það hversu sterkir við vorum á móti Frökkum. Þetta er búið að vera skrítið rið. Mér finnst þess ef að staðan var í dag, mér finnst þess að við höfum meira skil einhvern veginn að komast áfram með framistu okkar á móti Azerbaijan og móti Frökkum með hvað Úkraína sýndi en það er ekkert hort í þessa framistöðu kannski, það er bara hvað telur, hvernig leikinir enda og hvernig stigatafla endar í lokin en mér finnst þetta eins og Úkraína eftir að sýna sitt rétta andlit og vonandi verður það ekki á morgun en það er eins og þeir eru búin að vera að ströggla aðeins í þessu riðli. Þau þurfum ekki bara að sjá til á morgun hvort hann byrjaði ekki, vonandi ekki sko en ég býst við því.